Góðan daginn, gott fólk. Góður dagur í dag eins og alla aðra daga. En eins og allt áður þá fyrir nú eftir því bara hvernig við veljum að taka nýjum degi. En ég sé hann er góður. Hafa hann verið góður í dag hjá þér? Það var allt eins og það var í gær til þess að hafa hann góðan í dag. Þannig að dagarnir eru bara hverjum öðru líkir. En okkar manneskjan að svona velja og soga út þetta góða í honum. Það gerir víst enginn nema ég og þú. Og ef þú vilt svona tryggja þig betur og bak og brjóst þar að þá er eitt gott ráð til og það er Jesús Kristur blessaður. Hann er alltaf við sama hikkaðshornið. Hann bara starfar samkvæmt sínum kenningum og sinni visku og kvikar ekkert frá því. Frá hverju þú kvikar er svo sem ekki gott að segja en hvatningin frá svona stað og öðrum sem með svipað efni er að halda sér við þann steðja sem hefur reynst okkur betur og halda okkur við þann steðja sem hefur reynst okkur best. Ég veit ekki hvað hefur reynst þér best, en ég dreg hygglust hring utan orðið Jesús. Þá væri ég að segja sannleikann allan eins og hann leggur sig, en væri ég að benda á eitthvað annað, jafn gott, þá hefur trúin eitthvað skólast til. Og það er með þess vegna sem við erum að gera það sem við erum að gera. Við viljum ekki að trúin á Jesús skólist neitt til, heldur haldist í sínum farvegi og meira vaxi. Og það er einmitt þess vegna sem við erum að gera þetta og það er einmitt þess vegna sem þú ert að hlusta. Þú vilt að trúin þín vaxi fyrir hvern? Einhvern í kringu þig? Nei, fyrir þig sjálfan og sjálfa. Að því að trúin á Jesús er og verður aldrei neitt nema einstaklingsmiðuð trú. Og þetta er eitt af því sem að menn uppgöta mjög fljótlega á ferlinum, að í svona liggur þetta á engu öðru. Þetta er vinna. Þetta er vinna hins kristna manns. Vinna sem er getur verið nokkuð strembin, en umfram allt þó skemmtileg. Þetta er mjög skemmtileg vinna. Skemmtilega því leyti til að hún gefur okkur svo mikið. Eitthvað sem er lífið sjálft getur ekkert gefið okkur annað en mikið. Og meira, allt. Og það er Jesús. Og að því við erum konum með Jesú upp, þá í raun og veru erum við að útiloka allt annað sem einhvern valkost fyrir okkur. Og það er styrkur manneskju þegar hún kemst á þann stað með sér sjálfa að hún útilokar allt annað og segir og stendur við það, ég hef fundið það. Hvað merkir þetta? Leit minni er hætt. Það merkir það. Og það er gott fyrir alla sem hafa fundið það sem þeir leituð að. Núna kemur upp í hugan ritningavessið konuna sem týndi dröggmunni og hún fór bara í panikk, leitaði, sópaði og gerði allt sem hún gat til þess að finna það og loksins fann hún hana, þessa dröggmu. Það er þetta sem við erum að tala um. Þessi ágæta kona, hún kallaði til vinkona kvenna sinna og hún sló veislu að fögnuði yfir því að hún fann það sem hún leitaði að. Ég veit nú ekki hvort að við göngum alveg svo langt þegar að við finnum Jesú og Jesú finnur okkur.
hvort við köllum til vini og vandamenn og slá upp veislu, en þó veit maður aldrei hvað menn gera. Og þó veit maður aldrei við hvaða aðstæður menn búa. Sértu tengdur við trúaða fjölskyldu og þú kemur heim og segir foreldrum þínum að nú sértu tekin við Jesús, væri örugglega hægt að slá upp veislu og fagna. En ef þú gengur inn í fjölskyldu sem ekki trúuð, þá hugsa ég nú menn myndi nú svona hrista höfuðið og eiginlega ekkert langa til að vera í þeirri veislu. Það fer svona allt eftir því við hvaða aðstæður við búum. En þessi ágæta kona sem týndi drögminni sinni og fann hana aftur, að hún átti líklega vini sem voru tilbúnir til þess að fagna með sér af því að þeir voru á sama báti og hún sjálf er. Auðvitað erum við að tala þarna bara trúna. Trúin fyrir fólk sem veit hvað trú eru hrein verðmæti og verða aldrei neitt nema hrein verðmæti. Og þetta eitthvað sem við þurfum að sjá, við þurfum að skoða og skilgreina og vera undir og vera í, af því þetta okkar hlutskipti. Ekki bara í dag og ekki bara á morgun. Svo lengi sem við drögum andan á þessari jörðu, þá þetta okkar hlutskipti. Og það verk okkar sem trúum og höfum gengið þetta enn veg í lengiða stutt, að benda á að trú vinna. Trú þarf að rækta, það þarf að hlúa að henni, það þarf að vera undir henni og það verður umfram allt að vilja fara þessa leið. Þess vegna hefur Drottinn mann og annan til þess að hvetja menn til að gera einmitt þetta. Það ekki sjálfgefið að við séum bara með þetta alveg á hreinu. Af hverju? Ég held að þurfum nú ekki að fara neitt rosalega löngum orðum það af hverju. Það þessi hérna yndislegur sem alltaf að pæla og spekulera. Sem alltaf að toga upp þetta og toga upp hitt. Og inn í þetta ganga voru ágætar tilfinningar og þær aldrei segja okkur ekki alltaf sannleikan og kannski segja okkur aldrei sannleikan, en þær þarna. Og vegna alls þess ágangs, þetta ágangurinn helsti fyrir okkur, það þessar tilfinningar og hugsanir, þarna trúin að verki. Hún að hafa hönd á þessu öllu saman. Og henni tekst það mjög vel að því að ég og þú erum að vinna okkar vinnu í okkur sjálfum. Ég að vinna mína vinnu í mér, þú vinnur þína vinnu í þér, en við notum báðir og bæði heilagan anda. Sama anda. Og hver yfir þessum anda? Jesús Kristur. Þannig að við erum með öll tæki og tól til að gera allt sem þarf. En svo það spurningin, gerum við það? Og þarna kemur aftur til kasta hans og hennar sem hvetur. Hún hvetur í sinni trú, aðra trú, til að standa sína plikt. Og hún talar til einstaklings. Þessi trúin til einstaklingi. Ég sem sagt einstaklingur og ég verð að gera svo vel að standa mína stöðu, mitt varðberg, því að það ætlast til þess af mér sem einstaklingi, sem trúuðum einstaklingi, að standa mína stöðu. Og þú tekur þessi orð til þín því að þau eiga jafn vel þig og mig. Og það liggur alveg fyrir af hverju við erum einstaklingar. Við erum ekki bara einhverjir menn og einhverja konur einhvers staðar. Við erum hér. Við erum að fræða okkur Guð hér. Af því við viljum standa og vaxa í okkar trú hér og nú. Og nú dagur.
Hann skiptir öllu máli. Enginn okkar lifir fornafræð og hver veit þetta ekki. En hver margir reyna það ekki. Vildu vera bara í sínum gamla frægðarljóma, en Drottinn ekkert þar. Þú mátt alveg eiga þinn gamla frægðarljóma ef þú nennir að hanga í því. En Guð ekkert þar. Hvar hann? Líttu í kringu þig. Hann hér og nú. Og þannig hefur það alltaf verið. En hvað segir ekki Páll? Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem var og seilist eftir því sem framundan. Ég gleymi því sem að baki mér og seilist eftir því sem framundan nákvæmlega. Svona lifandi Guð líka. Hinn uppreisni frelsari Jesús Kristur. Hann að seilast með mér eftir því sem framundan. Og auðvitað fer fram á það að ég varðveiti það góða sem hann hefur látið mig hafa, sem að ég þegar þegið. Og það ekkert stopp. Hann vil bæta á þetta kér. Og þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera. Við viljum fá ábætingu á þetta kér. Á hverju? Því sem við höfum fundið. Drögmuna sem við týndum. En fundum svo. Við viljum varðveita. Við viljum ekki að svo fari aftur, að við týnum henni aftur. Hafi ég týnt henni einu sinni, alveg mögulegt að ég muni týna henni aftur. En ekki ef ég ætla að vera vakandi yfir því sem ég á. Yfir öllu sem ég á, þá eru líkurnar á að týna henni glatinni eiginlega engar. En samt alltaf fyrir hendi að því ég bara manneskja. Manneskja sem full af tilfinningum, full af hugsunum, full af öllu sem maður hefur. Og þetta allt saman að rugla okkur í rýminu. Akkur haldið þið, mínir kæru vinir, að Drottinn leggi alla sína áherslu á að fá að birta sjálfan sig í orðum sínum til sinna mann og kvenna. Og hann að því öllum stundum, akkur haldið þetta sé með þessum hætti. Treystir hann okkur ekki? Ég tel að hann treyst okkur alveg fullkomlega. En hann veit, og við vitum það, og þetta einn lærdómurinn, að ég og þú, við höfum frjálsan vilja. Ef ég vill ekki, þá gerist það heldur ekki. En ef ég vill það, þá gerist það. Og hvað vill ég? Ég vill vera það sem Kristur Það vill ég. Þetta val. Og Guð gefi mér að ég slaki ekki á þessu varðbergi sem ég hef verið á alla mína tíð trúargöngu. Það ýmislegt gerst sem maður hefur hort á. Og maður segir við sjálfan sig úr því að þetta fólk lenti þarna, þá get ég það líka. En ég segi líka, ég vill það ekki. Og meira, ég veit hvað ég þarf að gera til að svo verði ekki. Þannig ég sé í þessu ljósi að ég þarf ekkert að týna drögmunu minni. Að því ég vil varðveita hana og meira, ég get varðveita hana. Og það getur þú líka. Akkur týndi blessuð konan drögmunni sinni, það getur verið af mörgum ástæðum. Kannski var hún fljótfærninni merkt. Sumir eru mjög fljótfært fólk og leggja frá sér þetta og hitt og svo munar ekki hvar það Eða þá hún ætlaði að stinga því í veski sitt og óvart, hún lenti á gólfinu, drakk mann, hún fannst þar. Það getur svo margt gerst hjá okkur. Þannig að orðið vaki sem að Kristur ítrekkaði við lærisveina sína, þau gilda allt okkar trúarlíf, ekkert eitthvað eitt. Ég lít svo á að trú sé bara ein heild.
og allt inn í þessari heild sé jafn merkilegt og mikilvægt að varðveita, halda í og hlúa að eins og allt annað. Af hverju segi ég þetta og hvað hefur fyrir mér þessu? Þann sannleika, allt sem Guð gefur merkilegt. Allt sem hann setur í þínar hendur til þess að byggja ákveðið verk. Lítill hlutur, stór hlutur, stærri hlutur, allt miðar að því að búa til eina heild. Og hvað vill þetta segja mér? Þú þarft að varðveita þetta allt í þér. Og hvernig er það best gert? Með því sem við erum að gera hér og nú. Hlusta á gott, vandað Guðsorð sem hvetur okkur að þessu leyti. Sem sýnir okkur konuna sem týndi drögmunni sinni og fór á taugum. Og örvænti jafnvel hún væri búin að glata drögmunni sinni. En drakma á þessum árum, eftir því sem mér skilst, var svolítið svolítið fjármagn. Daglaun verkamanns var 1 dragma og verkamaður sem var búinn að streiða allan daginn hefur ábyggilega orðið svolítið skrítin í framan þegar hann fór ofan í vasann sinn og þar var ekki dragman. Svo kannar að vasan og það gat á vasanum og dragman hefur lætt sér læri og fót á þess að hinn tæki eftir. Og nú var hann drögmunni fátakari. Þess að dagsverkið var fyrir bí. Því að dagsverk ekki bara að takast á við ykkur verk, það er líka til þess að þú framfleytir þig. Og það gerir þú með drögmunni þinni. Þannig að þú vilt ekki missa hana. Og kannski var það með þessa ágætu konu að hún átti ekkert nema þessa einu drögmu. Allavega þann daginn. Og í þessu ljósi skiljum við betur panikið sem á kemur. Mögulega. Það segir reyndar ekkert það, en það er samt af textunum að skilja að það hafi verið svolítið, fyrirferð og miklar áhyggjur. Því að ef þú skoðar hana texta betur, þá sérðu að konungreyið er að leggja helling á sig við að finna þetta. Hún sneri öllu við á heimilinu. Því henni var í mun að finna þessa drögmu aftur. Kannski vantaði henni eitthvað sem að þessi dragma átti að greiða. Þannig að fögnuðurinn verður mikill þegar hún er með þessa drögmu í hendinni og hún kallar á vinkonur og þær stáu svolítið í veislu. Já, þegar við finnum eitthvað sem okkur er kært, þá vaknar einhver gleði í hjartatetrun okkar. Þetta hefur ekkert breyst. Og stundum nú trúin það máttugu í okkur að þegar við finnum til trúarinnar, þá vaknar einhver svona gleði af lífinu sem að trúin gefur. Trúin er líf. Alltaf þegar trúin bærir á sér, þá bærist í þér líf. Þegar trúin er líf. Trúin á Jesús er líf. Ein trú, einn Guð, einn frelsari, ein skírn og svo framvegis. Þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum að vita ganga undir, beygja okkur fyrir og gera. Og líka að hlusta á ræðuna, kennsluna, predikunina og læra að elska allt þetta því að hjartað, trúarhjartaðið, það hrópar eftir þessu. Og þú ert í raun að mata það þegar þú lætur eftir þér að fara í þessi verk. En mundu, þú ræður öllu það. Öllu.
Og það er hluti af því hversu trúin oft er svona rokkandi hjá okkur. Að hún er hjá flestum, eða mörgum allavega, svona afgangsstærð. Er það ekki rétt hjá mér? Þú fer frekar í ferðalagið þitt heldur en að mæta í messu, eða ekki? Þegar þú ert að plana ferðalagið þitt fallega, þá ert ekki endilega að hugsa það, já, ég þarf nú að sleppa fyrir vikið 2 messuferðum. Þú bara ferði þitt frí. Þetta er svolítið mynd af því að trúin og það að gera trúna verður svona svo oft afgangsstærð. En í sannleika sagt ætti það að hafa allan forgang, ætti trúin og ræktun trúarinnar að hafa allan forgang. Já, þú segir, maður er nú ekkert mál að biðja og lesa í tjaldinu eða í sumarbústaðan. Já, það er alveg rétt. En ég held þú gerir það ekki þar svo mjög. Þú kannski tekur fram orðið og ert eitthvað að lesa þaðan. En svo ertu bara í þínu sumarfríi. Og jafn með trúin, já, þess vegna bara einhvers staðar þarna, fyrir aftan eða framan. Sumir eru vaktir og sofnir í sinni trú. Og hvaða fólk er þetta? Fólkið sem þú sér alltaf og stundum. Sem sagt, ég er búinn að velja þetta, það er stund, það er kennsla og ég ætla að mæta það. Hún er klukkan þetta og stundin og kennslan er klukkan þetta. Þetta verða eftirleiðis fráteknir tímar fyrir þig. Er þetta mögulegt? Þetta er það sem trúin vill að við gerum. Þetta er það sem trúin vill að við stöndum með henni í. En trúin segir, þú ræður öllu þetta sjálfur og sjálf. Þetta er trúin. Þetta er trúin á Jesú. Skipanir, skammanir, þær eru ekki til í trúnni. Væri það svo, væri það algjörlega á skjön við það sem orð Guðs er að segja. Hvað segir orð Guðs? Frelsi. Frelsi til að velja og til að hafna. Öllu. Þetta er maður. Þannig við sjáum að orðurómurinn rosa bindingar og hálgerða svona þrælslund er ekki til staðar í kirkjunni, í kirkju Krist. Þannig að það er ein sagan sem er á ferð kirkjuna sem er röng saga. Og það er mikið til á röngum sögum kirkjuna. Kirkjan er það besta sem til er. Af hverju er verið að veitast að henni? Þú spyr, er verið að veitast að kirkjunni? Ég segi já og heldur betur. Hvað er annað en að veitast að kirkju? Algóðri fræðslu kirkjuna með því að vingsa úr. Við viljum ekki þetta. Því við viljum ekki að börnin okkar læri þetta. Og svo alveg skelfust við yfir alls konar fregnum og fréttum. Þetta hefur allt saman sinn ávöxt. En ávöxturinn kemur ekki þar með. Hann fyrir ávöxt tekur tíma að birtast. Áratugum seinna er hann komið fram. Og við segjum, hei, hvaðan kom nú þetta? Og við rekjum svo sem hefur guðsvitundina og þekkinguna, hann gæti rakið þetta til þess tíma þegar við bönnuðum eitt og annað. Í Jesú nafni, sem að Jesú nafn var búið að setja upp. Og meira, við vorum sáttir við það. En svo allt í einu vaknar einhver upp við það, já, við getum ekki haft þetta lengur og við tökum þetta út og við tókum þetta út. Svo líða áratuginnin, allt í einu
erum við komnir inn í umhverfi sem var allt öðruvísi heldur en var áður. Umhverfi sem hikar ekki við að ljúga, sem hikar ekki við að svíkja, sem hikar ekki við að stela á nokkurs samviskubits. Þetta er það sem gerist þegar trúarvitundin fer að flæða undan trúarvitundinni. Þetta fólk er ekki eins og þessi hygna kona sem greip til sópsins bara til þess að finna það sem hún átti. Það er ekkert að leita að því sem það átti. Og það er vandinn. Það er engin sópur í gangi til þess að sópa á gólf til þess að finna það sem týnt er. Þannig að áráðsmaskinan að því leyti til hefur unnið skemmdarverk og gert með einföldum hætti því allt sem snýr að trú er svo mörgu fólki fjarræn. Það sér ekki tilgangi með því að vera stússast í kringum þessa trú eins og við segjum og sögðum öll, hvað sem við segjum í dag. En svo stíga menn inn í trúna og þeir segja, hei, þetta er lífið sjálft. Og þeir gætu sagt, ég er búin að finna draumuna mína. Núna höldum við veislu. Kannski gera einhverju þar, ég gerði það ekki reyndar. En ég fagnaði í hjarta mínum. Þar var mikil veisla haldin. Þann dag sem ég vaknaði af þessum væra blundi, ég hafði ekki bara fundið draumuna mína. Heldur meira, það er til Guð. Og þetta hefur gengið með mér alveg til dagsins í dag. Það er til Guð. Þannig að þið þurfum ekki að vera undrandi á því þó að þessi einstaklingur tali kröftulega með trú á Jesú Krist. Tali kröftulega að endurvekja og endurheimta það sem að kirkjan hefur mist út. Vegna þess að menn standi ekki varðberg. Þetta er allt annað. Það er engu búið að eyða. Ég segi inn með það aftur. Mun það gerast? Ég veit að allt fer í hringi. Já, þetta mun gerast. Hvað hringurinn er núna eða hvað langt er á milli bilana til þess að loka hringnum, veit ég ekki, en hringurinn mun lokast. Og hvað merkir það? Við höfum aftur endurheimt það sem við vorum búin að kasta út. Hvernig má þetta gerast? Jesús lifir. Þannig gerist það. Hann er lifandi. Og hér er ég að tjá mig eitthvað sem ég veit að því ég er búin að finna draumuna mína. Já, hún er í hendi minn í dag og ég varðveiti hana eins og sjáaldur augna minna. Ég rekna með að ágætt konan hafi einmitt brugðist eins við að eftir að hún fann hana miðað við allt sjokkið sem hún verður fyrir og textin segir það að hún hafi haldið utan hana dauða haldið eftir þetta. Þetta var það sem hún vildi hafa, eiga og panikið því augljóst þegar hún sá að þetta var farið. Sumir hafa týnt trúnni sinni og það er ekki gott. En hve margir af þeim sem að týna trúnni sinni eru í raun og veru að velta því svo mikið fyrir sér. En þessi kona gerði það. Hún fór á stað með sópinn sinn
Færði til húsgögn og sópaði. Færði til fleiri húsgögn og sópaði. Og allt í einu glittir á þessa drökmu. Ég veit ekki hvort þetta var seðill eða hvort þetta var slegin mynt. Ég bara veit ekkert um það. En eitthvað segir mér að þetta hafa nú verið einhver mynt sem var með þetta verðgildi. En ég veit bara, orðið segir það, að ein drakma var daglaun verkamanns. Hvað eru daglaun verkamanns í dag? Eru þeir ekki einhverju þúsundkallar? Nei, ég veit bara ekki hvað daglaun verkamann er í dag. Það er svo langt síðan að ég fór út úr þessu umhverfi. Þannig allt er þetta nú til staðar. En ég veit hvað ég á. Og ég veit hvað ég þarf að halda í. Og ég veit hvað þarf að gera til að þetta fari ekki frá mér. Til ég tíni því ekki. Ég þarf að gera það sem ég er að gera í dag. Ég þarf að lofa Jesús. Ég þarf að tilbiðja og tigna Jesús og leyfa honum að stjórna þeim verkum sem hann hefur kallað þennan einstakling til að gera. Hver er þín köllun? Ertu að sinna henni? Ertu að vinna með hana? Ertu að vinna í henni? Hver er staðan? Ég hef ekki hugmynd um það. Ég veit bara hvaða verkum ég hef verið að sinna. Ég hef verið að sinna Guðs verkum. Í öllu sem ég teki mig fyrir hendur. Hvað þú sérð, ætla ég ekki að velta fyrir mér. Ég hef ekki hugmynd um það. Það er búið að einhvern veginn að skola sumu til í kirkjunni að menn eru með áherslur á einhverju allt öðru oft á tíðum en þeir ættu að hafa. Hvaða áherslur ætti ég og þú og við öll að hafa? Hvaða áherslur aðrar en áherslur orðsins hverju sinni? Þetta er eiga gegn heila trú. Og þessa trú getur þú átt, alveg eins og ég get átt hana. Ekkert meira og heldur ekkert minna. Þetta er verkið sem við erum í frá degi til dags. Og sofnum út frá þegar við erum lögst á kottan okkar fallega. Og svona hafa árin og áratugirnir liðið. Undir þessu afli. Endalaust. Þetta vekur endalaust athygli. Svona efni við stakkur í. Trúin er að tala til annarra trúar. Það vekur alltaf athygli og áhuga. Og hver er niðurstaðan? Kannski hún að ég er ákveðnari eftir en áður að varðveita mína drögnu. Ég týndi henni einu sinni en ég ætla aldrei að gera það aftur. Dragmann, þarna er trúi þessara manneski, trúin mín og trúin þín. Sjáu þið ekki hvernig orðið vinnur? Hvernig það dregur upp einfaldar myndir sem gerur okkur áhugasöm og við sjáum og tengjum við lifandi Jesús. Og ég segi, þetta er það sem ég þarf að gera. Ég þarf að varðveita þetta. Og ég er ekkert einn. Drottinn á fullt af mönnum og konum sem að hjálpa mér við þetta. Engum og sér í lagi hvetja mig áfram. Stundum þarf að trekkja okkur í gang. Og við göngum einhvern veginn gang. En við göngum þó ganginn, þó einhvern veginn sé. Að því við viljum halda stefnunni. Dragmann minnir okkur á stefnuna. Hún er orð Guðs. Trúin í þér staðfestir það.
Trúin alvöru verkværi til að nota. Það eins með hana eins og hamarinn. Ef þú ætlar að reka nagla í vegg og þá gætir þið svo sem reynt að nota uppþvottabustan. En ég held að þú myndir fljótlega gefast upp á því hann svo svagur og hann ekki til höggana gerður, hann til annara verka. Og þú legðir hann frá þér og sektir hamarinn. Og þá gengur naglinn léttilega og liðugt í viðinn eða þangað sem þú ætlar að festa naglann. Við notum réttu verkfærin á rétt verkefni. Orð Guðs rétt verkefni og verkfæri fyrir uppbyggingu trúarinnar. Orð Guðs. Þú heyrir það, þú sér það, þú talar það. Allt með sama tilgangi, að byggja upp og byggja sjálfans upp í leiðinni. Þannig virkar orðið. En þessu erum við að henda út. Við viljum þetta ekki. Þetta fyrir, þetta gamaldags. Segir heimskan. En við erum ekki heimst fólk. Við erum vitut fólk. Við segjum inn með þetta aftur. Og við stöndum vörð það að fari inn aftur. Og hvaða afl höfum við þar? Öðru afli meira bænina. Svo það spurningin, erum við að biðja þetta? Margir gera það. Því lofa ég þér. Þetta ekki þráhyggja. Þetta það sem rétt að gera. Og af því að það rétt að gera, þá gerum við það. Það hefur maður lært, að við gerum það. Já, Drottinn góður við okkur og hann að gefa okkur enn eina góða kennsluna. Að hann vill sjá okkur vaxa í því sem við eigum. Og hvað eigum við? Við eigum trú. Og hver höfundur trúarinnar? Jesús Kristur. Hann kom til að fullna verk föðurins. Sem talaði, sem undirbjó, sem lagði línuna fyrir kynslóðirnar, þær vissu að einn dag myndi þetta allt breytast. Og það breytist með komu Jesú. Og margir tóku við honum sem Jesú. Við sjáum það þegar við lesum orð Guðs, Nýja testamentið, að Kristur átti þegar hann sté til himins fullt af fólki sem að hrópuðu á þetta nafn Jesús. Þannig að þetta nafn Jesús hefur alltaf gengið með okkur. Er það ekki rétt hjá mér? En hversu oft hefur ekki verið reynt að moka yfir það? Og hvað er þetta annað en leið vantrúarinnar til þess að moka yfir nafnið Jesús með því að vera ekki með biblíufræðsluna í grunnskólanum? Hvert annan að moka yfir nafnið Jesús? Gleymið því, við bara gjörðum það. Hversu oft hefur ekki verið reynt að jarða þetta nafn Jesús? En hér er einn að tala þetta nafn Jesús. Af hverju? Því að Drottinn sjálfur lifir. Hann svarið inn í þessar pælingar. Jesús. Hann dó á krossi. Já, hann var jarðaður. En hann var sá sem við reis upp. Jesús er nafnið. Hún verður ekki kastað út. Væri það gerlegt, væri það fyrir lifandi löngu búið og gert verk. En hann talaði. Tryggingin orðið gengur ekki á grunn.
Það er þarna og það virkar. Þegar allt verður gert upp, verður það orðið sem að dæmir. Það verður dæmt út frá orðinu, en ekki mínu pælingum hvernig þetta væri betra. Ég hef val og ég valdi og vel enn að ganga í hlýðni við lifandi upprisinn Jesús. Og það hef ég gert í öll þessi ár. Og ég veit alveg hver ég enda með þetta nafn á vörunum. Það skal vera minn réttur á meðan ég enn er hér. Og það skal líka vera minn réttur að gagn verði af minni trú á meðan ég enn er hér, eins og verið hefur. Síðastliðin 30 ára eða meira, og meira, já. En það er ekki hrósunarefni fyrir mig. Það er miklu frekar endalaust þakkarefni fyrir mig að fá að vera með í. Ég er þakklátur fyrir það. Endalaust þakklátur fyrir það. Þannig að þessi maður er ekki að fara neitt. Hann mun áfram tala það sem Drottinn býður honum að tala. Og þú sem hefur verið að hlusta á áhugavert efni, að því að Jesús sjálfur er að tala. Já, stundum talar hann fyrir þinn munn. Stundum talar hann fyrir minn munn. En hann talar í gegnum fólk. Þess vegna tekur hann frá fólk fyrir sig. Þjálfar það upp, gefur því köllun og svo það stígur fram í sinni köllun. Þetta hefur alltaf verið svona. Og þú veist að þetta hefur alltaf verið svona. Því þú veist haus og sporð á hvað hér er verið að tala um. Og þú munt aldrei taka undir það að það væri best að hafa þetta allt saman bara fyrir utan. Jarða þetta orð. Þú vilt það ekki. Þú mundir aldrei taka undir það. Þvert á móti segiru upp með það. Á sína staði eins og það líka mun gera á sínu tíma. Drottinn á marga menn og konur í þessari borg eins og segir sjálfur í orði sínu. Þetta er allt saman í gangi og þetta er allt saman að virka. Þessi rödd þagnar því aldrei. Upp með orð Guðs. Já, út með sund, rétt er það, en upp og inn með orð Guðs. Það er hrópið. Sama hróp og hefur alltaf verið. Og svo er Guði fyrir að þakka að heyrist enn. Jesú nafni, en er þetta ekki að vera ágætt hjá okkur? Segjum þetta gott núna og Konráð þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.